Alright, það kominn tími að nýju vídeo. Í dag ég fyrir einmitt af hverju þú ætti að byrja AI partnering og af hverju það svona gott opportunity núna í heiminum. Þetta voru bengar, ég skal segja ykkur það, en ef ég veit ekki hver ég nú þegar, ég veit það samt mest líklega, ég er Sergio, ég hjálpa fólki að byrja AI partnering og ég gerir AI partnering sjálfur. Ég breyti lífinu mínu því að byrja AI partnering og ég er að hjálpa stúdentar mína að gera það sama. Þannig að í dag, completely for free, ég að fara að sýna af hverju AI partnering, af hverju þetta byrja. Ég skrifaði nokkrum hlutunum niður, við ætlum að fara í iPodin, þannig að nætlum okkur í iPodin, let's go. Svo, til að byrja með, af hverju AI partnering? Fyrst og fremst, hvað er AI partnering? Við þurfum að fara í gegnum hvað er AI partnering til að vita af hverju þetta byrja AI partnering, þetta að vita hvað er AI partnering. AI partnering, super simple. Það er marketing. Við gerum marketing fyrir fyrirtæki, þannig förum við gegnum marketing, síðan er AI, en við förum það í næsta skref. Þannig að AI, allir sem græða pening þurfa marketing, einfalt. Af hverju? Super simple. Út að þú ert með engin augu, út að marketing á öndanum er að hjálpa fyrirtæki að fleiri kunna fá að sjá þetta fyrirtæki eins og til dæmis það eru allir búin að sjá mig á Íslandi. Það er ástæða fyrir út að ég er góður í marketing, út að ég gerir marketing fyrir önnur fyrirtæki, en ég er að gera það fyrir mig sjálfan mig núna og ég veit hvernig ég á að fá öll augun sem ég vil til að sjá mig. Þess vegna er allir búin að sjá mig á Íslandi. Þannig að af hverju þá er fólk marketing út af ef þið nota ekki marketing þá eru þið með engin augu, ef þið eru með engin augu þá eru þið með engan pening. As simple as it is. Þannig að ef við pælir í þessu, við segjum þetta alltaf, ég er alltaf að segja attention plus sales er það eina sem er að fara að gefa þér peninga og gerir ekki attention, ef þú ert ekki með attention og síðan notar ekki sales og það er mjög mikilvægt að marketing, það er það mikilvægt í heimi, út að án marketing er ekkert að fara að virka, en síðan er líka mikilvægt að kunna selja, sales. Þannig að þú getur pælt í þessu svona. Það sem býr til pening í fyrirtæki er systems, strategies og sales með marketing. Og það marketing er aðalhluturinn. Þú getur pælt í þessu svona. Ef ég fer að skrifa þessu, pælt í þessu svona. Marketing er svona main hluturinn í miðinni. Síðan er hringur, það sem eru nokkur hlutir, svona litli hringir sem eru mikilvægir. Ef veitir hvað ég meina. Sem tengjast við marketing, tengjast við marketing, tengjast við marketing, tengjast við marketing, tengjast við marketing. En á endanum aðal hluturinn er marketing eða pæli í því. Marketing er miðjan. Þess vegna hjálpar við aðalega fyrirtæki með marketing, ekki með eitthvað annað. Út á endanum á pæli í þessu, til að fá fyrirtæki til að gefa þér fullt af pening, þá ertu að gera fullt af pening. Og hvað gerir fyrirtæki mest af pening? Marketing. Og það við viljum fá borga mikið frá fyrirtækjum, við viljum ekki bara fá borga eitthvað drasl frá fyrirtækjum eins og flesti fá það. Þannig að núna að við veitum hvað marketing er og hvernig það virkar, þetta er frekar simple, basically, þú hugsaðu þetta svona, þú ert að setja, þú veist, til dæmis auglýsingu, þannig ads. Setja ad fyrir framann endalausa manneskjum, endalausa manneskjum, endalausa manneskjum, endalausa manneskjum, þú ert að borga penning, þú klientinn er að borga penning til að fá endalausa manneskjum og þessa manneskjur munu borga hann penning, ef veitir hvað ég meina. Þannig að þetta er bara svona loop, 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 loop. Veitir hvað ég meina? Þannig að segjum til dæmis, fyrirtæki borgar 100.000 krónur, 100.000 krónur til að fá eina sölu og þessi sala gefið þeim 500.000 krónur. Þá þarf fyrirtæki, til dæmis til að græða 10 milljónir á einu mánuði, þarf að bara að eyða, hvað? 20 sinnum þetta, þannig að það eyða 2 milljónir, 2 milljónir og þá fær hann 10 milljónir. Svona virkar þetta. Svona er marketing. That's pretty much it. Þannig að það er skýrt núna, þannig að fyrir núna í, AI, hvað gerir AI? AI gerir bara vinnuna, það er aðal hluturinn. AI hjálpar þér í að gera mest af vinnunni, þannig að þú þarft ekki að hafa alla þekkinguna til að geta byrja þetta frá byrjun og byrja að græða pening. Út af AI getur þú finally byrja að græða pening strax, ekki þurft að bíða bara og læra þetta í 5 ár eins og það kenndir í skóla. Þannig að AI gerir vinnuna. Þannig að hvað vinnu gerir AI?
Copywriting. Núna að fara meira í svona nýri-gríri, actually hvernig hlutinni virka, þannig að copywriting til dæmis þegar ég skrifa eitthvað. Þegar ég að skrifa til dæmis, þegar ég sjá vefsíðu hjá mannesku og það skrifa eins og við erum með vefsíðuna og síðan skrifa eitthvað hérna, skrifa eitthvað hérna. Þetta copywriting. Það sem maður segir í ad, þá horfur á eitthvað ad og einhver manneskinn að segja eitthvað eins og til dæmis hérna billboard og við erum með bíla, bla bla bla. Það einhver manneskja búin að skrifa þetta skript fyrir þau. Það skript og það copywriting. Þannig að copywriting inniheldur ads, inniheldur websites, inniheldur funnels, inniheldur content, inniheldur emails og ekki sales calls reviews. Þannig að copywriting andan main hlutinu ég pæli í. En allavega, copywriting bara að skrifa, að kunna selja gegnum orð. Pretty much it, þetta ekki flóknar en það. Þannig að það kemur að öllu hinu. AI hjálpaði með copywriting, þannig að hjálpaði með ads. Og AI að verða það crazy að þú getur byrjað að nota AI til að gera actual video núna sem fucking crazy. En það á leiðin allavega. Vefsíður, AI getur mér þess að gert vefsíður, það ekki að best í heima ennþá, en AI getur samt byrjað að gera vefsíður núna og funnels, fyrir þá sem veit ekki hvað website og funnel þú veist munurinn. Website bara vefsíða, venjuleg vefsíða, þess að stendur heima og síðan stendur eitthvað meira og eitthvað meira. Þú getur fara á milli margar vefsíður í sömu vefsíðunni, ef veitu hvað ég meina. Funnel bara sem þú ert hérna, hefur kannski eitthvað vídeo og síðan eitthvað skriflegt en þú þarft að gera eitthvað specific action eins og að bóka call eða eins og að joina masterclass eða eitthvað svona. That's pretty much it. Og síðan það kemur sales calls. Sales calls sölu calls, það að selja basically. Við pælti segjum, það einhver manneskja að vilja kaupa. Það ein manneskja hérna sem fyrirtæki og síðan ein manneskja hérna sem kunninn. Kunninn til að kaupa þarf að hoppa á sales call með væntanlega fyrirtækjaeigandinn eða ekki fyrirtækjaeigandi heldur einhver closer. Closer manneskja sem að selja. Basically it's a salesperson. Þannig að þú þurfir ekki að sjá hvort salespersonið, closerinn að gera góða vinnu. Það sem hún getur gert að hún notar AI til að sjá hvort closerinn sé actually að gera góða vinnu og þú getur sendt á AI transkripti af callunum hjá closerinnum og hann mun segja við að það sé gott eða ekki. Þannig að fucking hacks, það gerir basically þetta hérna gerir fyrirtæki svo mikið pening og fyrirtæki gerir þetta ekki út að hafa ekki tíma fyrir þetta og við fáum að gera þetta með AI. Það fucking crazy að pæla í því. Þannig að þú getur pæla í því svona, hérna ég með example með AI og ekki með AI. Hérna ekki með AI, hérna með AI. Og fannina fyrir ykkur sem veit það ekki, ég sjálfur, ég var með annað fyrirtæki til að byrja með sem var Probal Solar fyrir ykkur sem þekkja og þekkja ekki. Probal Solar, ég hjálpaði solar fyrirtæki í United States actually, bara með marketing yfir höfu. Bara hjálpaði með marketing, fá fleiri kunnar, that's pretty much it. Og ég var með, það var komin punktir, ef ég mann rétt, á toppnum var ég með 45 clients það bil og ég var að græða, en ekki bara profit, þetta var ekki profit by the way, ég vil vera fully transparent við ykkur, ég var að græða, besti mánuðum minn var 140.000, það var ekki profit by the way, ég var líka með business partner sem ég þurfti að splitta allt með honum, þannig að ég var að vinna hvað 60 tíma á dag, ég endaði við því að selja þetta fyrirtæki og ég var að koma með þessu fyrirtæki, þetta meikaði ekki sens að ég var að vinna svona mikið og ég bara vildi ekki vera að gera þetta, ég vildi byrja að nota meira í AI og það það ég fann upp á AI partnering og AI partnering eftir ég fann upp á ég búin að vera að vinna með fullt af geggjum clients eins og Travel with Jaro eins og margir aðrir sem ég get kalla út að ég vilji Bassa, ég að tala Calvin og ég fullt af clients sem ég að vinna með mér núna sem geggjaði clients, ég að fullt af pening frá þeim og ég get ekki satt fyrir hversu mikið pening, ég get annarkvort nafnið eða peningurinn, ekki bæði og það bara, maður má endilega ekki vera að segja út allt hvað fyrirtæki sem ekki mitt eitthvað, hana, allavega
Þetta munurinn þá nota client með AI og ekki með AI. Ekki með AI ert að vinna 10 klukkustundir á dag, ert að græða $10,000 að segjum það. Þú þarft stór lið til að gera allt á endanum, það er svo mikið sem þú átt að gera. AI er ekki að gera mesta vinnuna handan, þú þarft að hafa bara mjög stórt lið og gott lið, það er annar hlutur. Þú þarft að hafa stórt lið, en síðan ekki bara það. Það þarft að vera að hæra rétta mannesku. Það er ógeðslega erfitt að finna góða mannesku sem er actually að fara að vera með þér í langan tíma. Þannig að þetta hvernig að lítur án AI og sem með AI kannski 1-2 klukkustundir, þú ert að græða kannski $5,000 og á endanum með AI að græðir allt á pæli í því. Þannig að þetta er af hverju það er svo mikilvægt að byrja AI partnering. Ef þú ferð ekki inn í AI right now, hvað er þetta að gera? AI er stærsta tækifæri í heiminum núna. Pæli í þessu, Amazon, einum af stærstu fyrirtækjum í heiminum, var að færa 14,000 corporate jobs. 14,000 mannesku var að missa vinnuna sína út af AI. Núna, Amazon er að fara að hafa bara besta ár þegar kemur að penning, bara í sögu Amazon og er að fara að vera að græða mesta profit. Jeff Bezos er að vera að græða mesta profit. Hann hefur aldrei grætt áður bara út af að taka 14,000 manns í burtu. If we do the math á því, ef við pull up síminn, we do the math, 14,000 manneskur, segjum að hver einasta manneski er að græða on the low end $2,500. Í US er þetta bara laun, $2,500 og þú gera af 14,000, það eru $35 milljónir sem hann er að safna á mánuði. Á heilu ári er hann að safna $420 milljónir og fyrir ykkur sem vilja vita í íslenskum á einu ári er hann að safna, leið mér að segja við ykkur, hann er að safna 52 trilliðar, biljónir, 52 biljónir. Þetta er crazy. Hann er að safna 52 biljónir krónur á ári bara út af hann tók eina ákvörðun að byrja að nota AI og það er það sem við gerum fyrir fyrirtæki líka. Við komum inn og við höndlum fullt af partum. Þetta fyrirtæki þarf að borga ógeðslega mikið pening til einhverjum employee sem gerir ekki svona góða vinnu og við kannski fáum aðeins minna borga en við fáum fullt borga og þá getum pælt í þessu svona. Segjum að við joinum en við tökum vinnuna af 1.000 manns. Þessi 1.000 manns voru kannski, fyrirtæki var kannski að borga hvað? Til að segja í dollarum, kannski $500 til $1 milljón á mánuði til þess að 1.000 manns og hvað? Við komum inn vantarlega og við kannski spyrjum við gerum ekstra mikið pening, þannig ég segjum að ég græði fyrirtæki $1 milljón á fyrsta mánuðinum, eða bara á mánuði, þá fæ ég kannski 10%, þá fæ ég $100,000 á mánuði frá einum client. Ég veit að þetta eru stór númer, en til að sína betra eksempel bara, segjum að ég græði einhver fyrirtæki $100,000, þá fæ ég $10,000 frá einum client. Væntanlega eru þau að vilja borga mér $10,000 fyrir einum client, eða borga mér $10,000 fyrir að gera þessa vinnu handa, í staðinn fyrir að vera að borga fullt einhverjum employees þegar gera mér þessa vinnuna verra. Þannig að allavega, það er bara að sína, Jeff Bezos er að sína hversu powerful AI er að verða. Núna er besti tíminn til að byrja að pæla í þessu AI partnering. Hvað er að AI partnera við fyrirtæki? Þú þarft ekki menntun til að byrja með, þú þarft ekki að vera gáfaður og að vinna, ef þú pælir í þessu, þú verður að vinna smá, svona 2-3 tíma á dag og það sounds too good to be true eða það sem þú vilt segja, en það er sannleikurinn. Það vinna ekki það mikið á dag og þú getur verið að græða $5,000 til $10,000 á mánuði og ég er ekki að segja þú verður að græða $100,000 á mánuði. Ég er bara að segja, þú getur verið að græða $5,000 til $10,000 á mánuði til að byrja með, eða langar síðan að græða meira og getur verið að grætt meira, en til að byrja með, þú getur grætt $5,000 á mánuði þannig að þú getur allavega hætt í vinnunni og líka að góða við að byrja AI partnering að þú þarft ekki að hafa áhyggjur með oversaturation og þú getur pælt í þessu svona.
dropshipping, flestir prófa dropshipping, flestir prófa trading. Það ómargir að gera þetta og þetta ekki gert fyrir nýja manneskjur in the game. Þetta gert fyrir manneskjur sem nú þegar búin að græða pening, sem nú þegar með connections, eins og með trading til dæmis. Þú ætti að vera með pening til að græða pening. Ef þú tradar og færir 2x með $500 kall, $500, þá ertu komið með $1,000. Ef ég tradar með $1 million og ég fæ 2x, ég komið með $2 million. Núna græddi ég $1 million og þú græddi $500. Væntanlega trading gert fyrir það að græða pening. Og góða við partnering að þú þarft ekki að vera gáfa, þú þarft ekki að vera með menntun, þú þarft bara að hjálpa fyrirtæki að græða pening. That's it. That is it. Og notar AI. Þú pælti í svona, AI framtíðin og þeir sem nýta sér AI að fara að eiga frábært líf. Og það eru tvær típar af manneskjum í þessum heimum núna. Ein manneskja sem að fara að nýta sér AI og að fara að nota AI til að taka yfir mörg fyrirtæki og hjálpa fyrirtæki að græða meiri pening. Og síðan önnur manneskja sem ekki að fara að nota AI og bara að fara að ákveða, ok, ég ætla ekki að nota AI, þetta AI, þetta scam, þetta hitt og hún bara að fara að missa vinnuna sína frá manneskjunni sem að stjórna AI. Þannig á endanum getur pælt í svona, AI ekki að fara að taka vinnuna af öllum manneskjum, heldur manneskjan sem að stjórna AI að taka vinnuna hjá öllum manneskjum. Og þetta pæli í því, þannig að AI framtíðin og við vitum það öll í dag fyrir þá sem ekki búin að sjá það. Það hvað, 29. Október right now. Í dag var verið að koma út robot sem kostar $20,000 held ég, sem þú getur haft heima þar og hann gerir allt handaðar, hann getur basically eldaðar, hann getur þrifað hann getur gert allt handaðar. Það crazy hversu langt AI og robotar eru komin, þannig að við þurfum að nota þetta áður en þetta komin of langt og oversaturated. Núna svo mikil peningur til að gera. Það ekki það margir að gera AI partnering ennþá, þannig að þess vegna þurfa fleiri að byrja AI partnering. With that being said, ég vona að þetta var killing video. That's pretty much it for the video. Þannig að það var banger video. Þannig að, let's go. Ég vona að þið tóku mikið úr þessu, verið tilbúin að taka action úr þessu vídeo, ekki bara fara að horfa á þetta vídeo og síðan fara núna að gera daglega lífið þitt aftur og bara gera ekki neitt úr þessu vídeo. Actually pældi ég sem ég búin að vera að tala horfðu á þetta vídeo aftur, taktu notes úr þessu og actually taktu action á það sem ég að tala og ef þú tekur action á það sem ég að tala þá ertu að fara að ná að komast lengra. Ég að segja við þig að þú sést að fara að græða pening úr þessu vídeo? Nei, en þú ert alltaf að fara að komast lengra. Peningar geta komið á leiðina meðan þú ert að fara lengra. That's pretty much it. Hanna, let's go. Ég tala við ykkur í næsta vídeo. Let's go. Bye.